Hjalti, þetta er risastóri leikir og ef Ísland vinnur það þá eru við komin á lokamót HM. Finnst þér það raunverulegt þegar ég er að segja þetta? Nei og já, mér finnst þau að hafa spilað alveg fanta vel bara allt þetta ár og í rauninu bara síðustu, ég kom inn í þetta fyrir einhverjum 2 árum síðan og við höfum bara gert ótrúlega vel bara síðan við vorum að spila á móti Kosovo og annað og mér finnst bara uppgangurinn í liðinu og leikmönnum og allt bara rosa stígandi. Talaðu um þessi kynslóðaskipti sem að liðið fór í gegnum. Þetta getur nú alltaf talist annað heldur en bara velgengni, svona hvernig það fór fram? Ég meina, ef ég segi bara alveg svo þá hafði ég rosa áhyggjur af því þegar Jón og Hlynur og Jakob og Logi og allir þessi gaurar voru að detta út en við eigum bara fjandi nóg af góðum leikmönnum og leikmönnum sem hafa hjartað og á réttum stað og gefa allt í leikinn og það er bara það sem við erum að vinna með og svaka orka á vellinum bara öllum stundum. Þú, Baldur, Craig skrifið undir það að vinna áfram saman með liðið. Ykkur líður vel saman? Já, mjög vel. Við okkar vinna gengur bara óbærslega vel og þetta er bara þokkalega skipulagt og við erum bara að sjá hver sitt hlutverk og svo erum við bara að tvinna okkur saman og það gengur bara eiginlega frábærlega. Eins og segir 2 leikir sem eru, 2 mögulega stærstu leikir sem Ísland hefur leikið í körfubolta hingað til. Hverjir eru möguleikar okkar? Möguleiki er alltaf möguleiki. Ég meina við erum að spila á móti Georgíu sem eru náttúrulega með þrjusu lið. Þeir eru sérstaklega með 3 leikmenn sem eru bara fjandi góðir og við þurfum að eða hellisorku að hægja á þeim og ef við gerum það þá er möguleiki á sigur á morgun og það er bara það sem við ætlum að gera og leggjum upp með og vonandi bara fögnum við hvað 9 á morgun. Næstu, gangi vel. Takk.